hefur rauninni enga þýðingu fyrir mig. Ég reyni allavega ekki að fókusa á það, að það sé einhver auka pressa að verja þetta belti. Ég hugsa bara alltaf mína að hafa þetta sem flottustu frammistöðuna og miklu frekar að hugsa andstæðingi minn heldur en belti sjálf. Það breytir engu. Andstæðingur mínum liggur við svartbelti í öllu sem hægt að hafa svartbelti í. Hann er með svartbelti í brasilísku jiu-jitsu, svartbelti í taekwondo og síðan er með brúna í judo. Þannig að á pappír þá lítur hann alveg út fyrir að vera mjög sterkur andstæðingur. Hann er bæði búinn að fara á móti Conor McGregor, hann er búinn að fara á móti Chris Fishgold sem er mjög góður líka og hann hefur keppt á móti Artem líka. Og þannig að hann er reynslumikill. Nei, það er ekkert öðruvísi gameplan. Það er bara, ég hef trú á, minni glímu og bara sjáum bara hver er betri grappler. Já, pantaði mér tjald frá London og high altitude tjald og var búinn að vera sofandi í 7700 fetum og þetta var að auka rauðu blóðkornin og þetta er þynnra súrefni sem þú sefur í og síðan kemur út og opnar tjaldið og kemur út í þykkara súrefni og þetta á að bæta þrekið þitt. Það er hægt að gera þetta á ólöglegan hátt með því að taka inn stera en þetta er svona löglega leiðin. Svo, erum við með tjaldið, skeiðvöllurinn og maður opnar það bara hér. Síðan kemur súrefnið inn, gegnum þennan gæja hérna. Svo fer maður bara inn í tjaldið og chillar hérna. Og síðan er ég búinn að vakna nokkur sinnum bara í paniki, bara Það er náttúrulega bara svo stutt síðan ég barði síðast að ég er bara búinn að vera að gera það sama. Ég er búinn að vera að bæta mig bara alls staðar, þrekinu og bara allt geimið. Ég er búinn að vera að bæta allt geimið og rauninni hélt bara sömu rútínunni áfram eftir ég var búinn að ná smá hvíld og þannig að já, það er bara allt eins og það á að vera. Þetta verður Renegade Choke í annarri lotu.